Whoa, buddy. Jógur. Yo. Þetta vel þetta leið. Ha. Ok, þetta fínt. Býtti að taka fókus. Já, gerðu það. Gerðu það, mikið. Hey. Oh, hey, oh, hey. oh, hey, oh. Hey. Hey, I'm joking it here. Hey, Hey, buddy, I'm joking it over here. Oh, I'm Hey, joking hey. it here. Whoa. Who you trying to jock off Who my you penis? trying to jerk? You trying to jerk my penis? Leikþáttur úr kvikmyndinni, Taxi Driver. Þetta Martin Scorsese. You jacking to me? You jacking me off? hey, Hey, buddy. hey, buddy. Buddy. Hann alltaf með, þú veist, leður litlu byssuna að láta gæra rúka sér. Þetta Bad Lieutenant líka. Það sama mynd. Já. Já, Bánsi, leggstu á móttuna þína. Vaskavín eða eitthvað? Vaskavín. Já. Vaskavín. Greið. Ah. Fuck. Ströym. Já. Það að halda áfram að fara úr öllu. Það enda ekki að þitt. Ok. Fuck. Velkomin í... Við hefum ekkert að borða svona mikið. Fuck, það er rétt. erum Velkomin í Samherja Fanclub podcastið. Já. Samherja podcastið. Ég er náttúrulega með Samherji fan-account. Instagram-reikningin. Já. Ég er með hann er svona, hann stonks, sko. Já, Það þú skilur, ég er svona- búinn að eiga hann. Já. Eiga nafnið. Það er enda gott move. Það er svo einna, ég og einn vinur minn einna, ég reyna að muna hvað hann heitir. Það er eins gott. Þorsteinn Másson. Já, Þorsteinn Já. Másson, sem Já. borgar fyrir Nei. podcast. Sponsorinn að þá. Já, sem er definitely ekki sponsorinn neinn podcast á Íslandi. Nei, gauð, það væri fucking Það insane. væri Gætirðu ímyndað. Það veri ókeðslega skrítið. Ímyndaðir. Það væri ógeðslega skrítið ef að Þorsteinn Másson og fyrirtækið hans Samherji væri að bara svona borga Það- fyrir. Það myndi Podcast á Íslandi. definitely bara gerast í útlöndum. Já, það myndi aldrei gerast hér. Nei. Nei, já, sko vinur minn átti sko slæsland.is. Slæsland. Já, svona pizza review þáttsar Ú, hugmynd já. og Væsland sem náttúrulega Væs Já. gerði náttúrulega Væsland Já. sjónvarpsstöðina en hann var búin að Gauð, þú geta grætt pening sko. Ég er með Slæsland. Já, Þú þarft að fara ekki um mig, Væs. Er Væs að gera hluti ennþá? Eru þeir? nei, þeir eru bara að gera Já. eitthvað svona ef þú heyrir þetta orð í sambandinu þá ertu Bara svona article slop. já, bara svona viðbjöður, bara svona hræðilegt bara verra en, þú veist, BuzzFeed upp á sitt versta Manstu þér að Væs var ógeðslega cool? Væs var náttúrulega, þú veist, þegar Væs var blað Já, það var já, já. fucking crazy, sko Það var brjálað. og eftir áður en að Gavin McInnes skate Já, í heilum já, á sér já. algjörlega Það er svo fyndið að muna að þetta sé náttúrulega hann, þú veist, Gavin McInnes. já, sami, Já. einn og svo sami og náttúrulega Sean hann er hann ennþá að gera dót Já, er hann ennþá á Væs? já, veist, hann er náttúrulega áheld ég ennþá nei, þeir náttúrulega eruðu gjaldróta og fucking whatever eitthvað. En ég held að hann sé svona þá að gefa þetta út í gegnum Væs Já. HBO náttúrulega Já. þeir eru náttúrulega að gefa þetta út í gegnum HBO bla 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 whatever
fucking whatever, man. Hver er mér ekki fucking sama? Hver er mikið saman með þetta Hver er mér bullshit? ekki fucking drullu sama? Eitthvað cool dót er ekki lengur cool. Ah, Big fucking whoop. big fucking whoop. Ha. Það er það sem gerist. Bráðum verður þetta podcast versta shit sem Nei, veistu, við erum náttúrulega bara að þykjast núna Já, til já. að taka svo svona hægri sveiflu og verða grifters. Við erum að býða eftir að við fáum tilboð frá Þorsteini Másinni til að selja út og bara svona, Bara hafa Þið munið- ógeðslega slæma skoðanir. þið munið ekki þurfa að giska hvenar við fáum gott tilboð. Þið munið ekki Þegar þurfa við að erum í, giska þegar við erum í hvenær svona, gerist. þegar við erum í jakkafutur frá Kölska. Það er ekkert tillæglegra. Nei, náttúrulega, sko, Ég elska að sé eitthvað svona, þú verður þreytur á vók jakkaföt? já, en þeir náttúrulega pöntuðu, hérna, alveg í massavís, hérna, frítumbóli. Kölski? Já. Strákar, come on. Já, Hvað þið er voruð að alveg, gera? þú veist, þið voruð ekkert ívúl, Nei, þú veist, en ekki gera það. ég hugsaði samt alltaf þegar ég fer í fermingavislu, það er svona, til ég verið svona anti-vók. Ég ætla að vera með anti-Vogue svona læningið inn í jakkafötunum. Já, já. Er eitthvað svona, Eitthvað ég svona veit ekki hvað, N-orðið aftur og aftur. svona hitlerræður Já. innan í fóðrinu á jakkanum mínum. Þórður, í hverju ertu? Af hverju komstu í ferminguna, hann Davíðs litla, svona klæddur? Þið eru fucking liberal sheeple, maður. Skiljið ekki. Og ég samt frá brauðturstofunni. Já, líka, þú veist, ekki í vesti, heldur bara í frítumból Já, já. undir og Það svona opin jakkaföt. Þú veist, af hverju myndur þú gera það? Ég skil ekki alveg, þú veist, og svona eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona litli frændi minn einhver, ég held að ég þessi litla frændi minn, eitthvað svona, þegar Charlie Kirk dó eitthvað svona, mistum eitt raunverulega Mistum einir raunfjörnslega. og ég bara svona, Við erum á Íslandi. en þú veist, hann má gera mistök, þú veist, hann má hafa rátt fyrir sér, Já, já. ég vil bara að hann hætti því samt, Já, þú veist, ég vil að please. hann finni sér eitthvað betra að gera, en Ertu að tala um frændaðina þetta líka? nei, Charlie Kirk er döður, Já. Ég sá eitthvað um það. Það er hérna, ég verð að segja að þetta er, þú veist og það tweetið sem ég sá bara eitthvað svona, ég hugsaði oft bara eitthvað, vá, Charlie Kirk bara segir frekar slæma hluti, svona fyrirlegt að ekkert slæmt að hafa gerst við hann, svo var hann skotin í fokkin hausinn og allir riðu eiginkon hans og svona, ok, það er þetta frekar slæmt, það er samt sko, það er þetta frekar ég vil væri samt geggjað ef að næsta svona, þú veist, sorgar samkoma hjá konans væri bara svona full on WWE launch. já, veist, hún myndi svona Erica the Smasher. nei, ok, það er Hún svona- einhver svona bláhærð gæla Já. með þykjustu mótmáli á Já, WWE já, já. event og hún svona Kemur tekur með eitthvað svona stólinn. piledriver That's Erica Kirk's music. My Yeah. God. já, hún kemur á Monster Truck Já, geirir bara yfir það þau. er bara keirir yfir þig Það er líka sko, það væri svo gott, það hlýtur samt að vera búið að gera, af því það er alltaf svona vondukalla svona hælaklíkur já, í WWE. já. Ég er ekki búið að vera eitthvað svona, sem voru, þú veist, það ætti að vera heill fokkin Það er þátturinn deep sko, dive að draga líkistunni á föður einhvers Já. þú veist, come on, það er fokkin, fucking cool. hann stál líkin á pappaðinu Já, hvað er að gera? Það er eins gott að þú fucking náður hann. alveg svo Erika Körk því hún stál líkin á Selly Kverk hvað? Nei, hún gerði það Það er alveg, þeir eru með svona replika, þú veist, af básnum sem hann var í. Ég er ekki Úr að gulli? grínast. Nei, þú veist, replika af básnum sem hann var skotin í. Og þú getur svona, ef þú borgar nokkra dollara, þá getur svona tekið myndaðir í básnum. já, þú veist, hún verður bara að græða pening fyrir, þú Ég veist, meina, fyrir fucking, þú þarf að defeat the lips. já, þannig defeater the lips Já, og þú veist, ég ætla sko, ok en já, með sko WWE Já. er ekki búið að vera eitthvað svona the lips, hælagengi. Ú, Það hlýtur að vera. Eitthvað svona allir með ég blátt veit, hár, ég eitthvað veit svona- að, ég veit að þú veist, það var svona einaðum varð emo, ég man ekki hvað hann heitir Já, hann var gellan, Já, sem er bara já. svona mesta gella sem hann séð það er nokkrar sem að koma. þú veist. já, en ég er bara að meina þú svona, þú veist fuck, ég man ekki hvað hann fucking heitir en hún var svona emo, Já. það er svona ekki alveg, þú veist Nei, en þú veist, en við viljum svona lippa svona gengi full, svona já, Vince McMahon, eða veist, hann alltaf kemur ekki lengur af því að hann er, hann er hræðilegur já, hann er slæmur. En svona hver er Vince núna?
Er Þetta er engin náttúrulega McMahon Já, fjölskyldan er þú veist bara sonur hans Já, eitthvað svona Vince McMahon Jr. Vince Jr. Vince Jr. Vinnie J Vinnie J sem var náttúrulega recurring bit hjá Vince að vera eitthvað svona Já, hann er líka African American var alltaf svona gett massaður Já, Þú veist, veist, alveg svona fucked up massaður hann var líka alveg með bara svona muscle fetish, þú veist það er alveg bara svona, þú veist, gaurinni sem að voru að vinna hjá honum, voru að tala um eitthvað bara svona þú veist, Hann var kemur bara fyrsta daginn og hann var Svona svona klípið þá já, hvað er hérna? Aðeins að klípið þá Æ Svona að gefa þér svona, þú veist þú færð eitthvað svona kvortileg bónus eða eitthvað, þú færð bara meiri stera og bara, ok Þú færð kassa af trembolón og allir get hissa allir séu insane sem vinna þarna Já, einmitt Svona, við borðum bara trenn og kókain Já, ég sko en þú veist, ég ætla alveg að gefa eitthvað kvörk það að þú veist, ef að maðurinn minn væri fokkin skotin í hausinn og allir myndu bara svona pissi yfir hann Já, og pissi yfir allt sem ef hann það væri gerði bara svona shitpost ársins og bara svona, það væri mím Já. að einaðurinn væri dreipinn Já, Þú veist, ég myndi alveg smá missa vitið já en það er líka, þú veist, alveg hún er alveg búin að vera sus Já, þú veist, eitthvað svona já, bara eitthvað svona rekrúter fyrir eitthvað svona Trump modules eitthvað sem er alltaf eitthvað Já, náttúrulega má ekki fara til Rúmeníu Nei, má ekki Við fara erum til náttúrulega búin að tala um það að Hún er búin að tala um það? Nei, ég veit það ekki Ég heldum ekki Nei, ég heldum ekki Hún má fara inn á allan það. ekki Hún má ekki fara til Hún má Rúmeníu ekki af því fara til að- Rúmeníu Við- Ef hún má það bara ekki Já, við má það ekki, það er engin ástæð Hún var að vinna í einhverju svona Það hét líka eitthvað bara svona Romanian Angels, Já, já. já, já Eins og Hells Angels nema allir eru 6 ára Já, nefnum bara svona að stela börnum frá Rúmeníu Já Sem er, þú veist Ekki stela börnum Ef þú ætlar að grifta við eitthvað Vertu frekar með morðbás Hún alltaf var alltaf einhverju svona hergagnadæmi eða svona vopnaframlýsli í Arizona að búið til svona EMP-varnir What? Já, Jú, býttu ég sá þarna já, hann alltaf kom auðlýsing Já, daginn þar sem já. hún var að kynna fyrir einhverju Pentagon eða eitthvað var að auðlýsing eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona EMP-varnir bla, bla, bla. En hún bara svona beint úr bara framhaldsskóla fer bara í það sko. Það er ekkert skriðið eða sess Nei, líka þú ferði í svona skóla sem er svona augljóslega þú veist, Já, já, svona já, rekrútingsskóli já, já. fyrir eitthvað svona en svo þú veist, já, þetta er allt mjög, þú veist og eitthvað svona að ljúga, geðið mikið Það er líka, það er nuts þú veist, mér finn, þú veist, Það- honestly ég er alveg svona, þú veist við erum báðir saman um það, að ljúga er það skrítnastað sem þú getur gert Ef þú ert fullorðin að ljúga og lífu bara, Það er insane mér finnst það meira Það er- insane en að stela rúmensku ok, það er ekki satt Ég ég get ekki tilbaka, en sko ok en það nei, þú veist, hún er eitthvað svona já, ég náttúrulega var ekki í sambandi í 5 ár áður en ég kynntist Charlie Boy Hún var með einhverjum nei, hún var í raunveruleika þætti Já, í svona dating raunveruleika þætti með einhverjum mjög fucked up gaur já, sem varð svo og er núna yfir Turning Point Nei Jú. Æ, já, ekki bara skaut einhver einmann í þessinn og allir reyðu konniðinni Já, heldur líka er gaurinn sem hún var að benga núna yfir öllum hann á fyrirtækinu fyrirtækið Þú vil var hann Osbormaður já, bara svona You you know what know what the sacrifice we've already seen the glider nei, en þú veist Glætirinn er Greater Israel Project kannski sko kannski þú veist, kannski var þetta nóg er þetta nóg Já, þú meinar, þú veist nei, þú veist, ég er ekki, ég er bara að spyrja ég er ekki að segja að sé það sem svona redemption þú veist, er þetta nóg megur nú að hlusta á Unnar Ronangli á We Are Charlie Kirk Já, þú veist, nei, ok, það er endar sko ég bara svona daginn Geð. fór bara á YouTube og fann Geð- þetta lag geð- og bara svona setti það á geðið lag er eitthvað Ah. svona hversu mikið þarf að nötta yfir þig og arfleðinana Já, já. til að svona ekki að þú sért góður skilur Nei, 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 þetta er bara svona þetta, þá er eru samt- búin þú veist- með þig þetta er líka alveg bara svona Ghost of Christmas Past þetta veist, er svona draugurinn er einhvers þar að sína honum þetta oh, ég fuck má bara hætta fucker, ég skal fuck Já, ég oh, skal fuck, ég mun fucker finna jólaandan oh shit, ég skal hætta að vera svona mikill fucking ass hann spurði bara spurninga nei, Nei, það var hættum þessu
þú veist, það er alveg bara svona ef þú Þetta er vinnur- djóki ef með að þú- þú veist leið þú deyr þá er allir gett svona eitthvað Já, allir gett næsið þig já. svona, Þú veist líka að þú vinnur við að chilla og þú veist, það er vinna þín þú ert að chill já, og það er, þú veist það er það sem það er já og það er ekki actually þá er það en líka hvenar erum við búin með þetta fucking owning the lips bullshit Actually. eitthvað og það er líka ég held að það sé líka eitthvað svona sem þarf svona culturally fyrir bara svona bandarísku þjóðasjálfuna að þeir solva gegnum WWE þeir munu enda culture vorið bara í hringnum ég er að segja það, ég vil bara fá may the best man win já, það væri fucking geggja það væri svona það myndi kannski enda hræðilega en já, þú veist, veist. en það svona er endar sko ef við fengjum bara svona character selection Reddit vs. Fortune Reddit vs. Fortune hvaða sko CM Punk er Reddit Triple H, Fortune allan Double daginn. hann er double high já oh. ok Bara í- Big Show Reddit já, Ég myndi eða halda- Big Show er eitthvað svona dick já, eitthvað það getur svona verið eitthvað svona ja, hann er Humbler eða eitthvað hann er á Linux já, og já, hann er já svona, actually vissi að þú getur bútað upp og svona please hættu það er ekki ok oh. ok, já, ég held að þú veist, af því að svona spektakulið, þú veist, af því þeir kunningin eftir annan spektakul, já, já þannig þú veist, við þurfum að það sé miklu meira spektakular, skilur við já það er, þú veist ég held líka bara svona ef þú fengir líka bara svona þú veist gauðra sem viti eitthvað hvað það er að tala um Já. að eiga bara einhvers konar svona intellectual umræðu já, nema svo flýgur herþóttum yfir það já, þú veist, þú veist, það myndi fólk kannski heyrðu. nei, þú veist ég held líka bara, ef við myndum bara gera meira cool dót Já, með meira svona diverse fólki já, þú veist, ekki, þú veist, ég er að meina svona ekki svona forsaða eitthvað svona og svona, sjáðu já, heldur meira eitthvað svona Super Bowl dæmi, sko svona 90s, 2000s, svona cool já, dót já. Creed tónlist og snjóbrettakurar Já. nema eitthvað svona Það var líka allt í lagi þá þannig af hverju fyrir ekki bara aftur að gera það ef það væri leið og reglulega- innrásinni það er eina sem vantar Sko, Já, ok. það sem ég ætlaði að segja var ef Já. það kemur reglulega út góðir snjóbrettatöluleikir fuck, þá væri allt í lagi það var gaur. allt í lagi meðan það voru bara ár eftir ár eftir ár. SSX Tricky, Já, gaur Sean White Snow 2 nei, hvað heitir það? Snow 2 Nei, ok, vítu Tony Nei. Hawk Snowskater nei, Sean White Snowboarding ég held í alvörun að heiti Sean White Snowboarding Það er þetta cool Snow 2 er ekki Snow eins gott það er ekki eins gott en ég er sammálaður Já, ég er mjög sammálaður ég held að það sé sko líka þú veist, þeir urðu eitthvað svona þú veist, bæði hjólabretta og snjóbrettatöluleikir hættu bara en hjólabretta urðu eitthvað svona mím af sjálfu sér já, að því að þú veist það er alltaf eitthvað svona þeir voru svona fucking iconic sko. já, Tony Hawk's Underground og eitthvað svona og fucking American Wasteland já sem er alltaf Bara ekki bara svona hvað það verið cool lög hvað verið cool tónlist lög og þú gerir trikk á hjólabretti þetta er sama bílalíki, Need for Speed Já. Underground 2 Dub Edition eitthvað svona extra nitrous já, fucking þú veist, eitthvað svona cool eitthvað nett, eitthvað brjála Burnout Burnout það er ekki komið, hvernig kom sér þetta Burnout leikur út það kom út sko Burnout sem var ekki Burnout Hm. þú veist það var ekki sama IP skilur Já, en hann eitthvað heitir svona- eitthvað svona í alvörunni heitir eitthvað svona Drive Fast yes sem er allt í lagi ef þetta væri sko Drive Angry Drive Angry, sko Burnout tölvuleikur af Drive Angry með Nicolas Cage gæti verið já, það gæti verið ég besta horfði tölvuleikur sko alls eitt af myndunum sem ég elska er fucking Ghost Rider 2 tíma. hún er líka geggjuð Ghost Rider 1 er ekkert mjög góð hún, þú veist alveg, rough spot síðan hún er rough spot en 2 er alveg svona wow hún er bara fucking geggjuð
hún er góð mynd Svona gaur sem er hún brennandi flæð- hauskúpa hann er svo reiður Það er svo reyður að það kveiknar í hauskúpun hans og hann hann býtur upp byssukúlur og spýtur þeim svo aftur í fólk það er þetta það gætir enda verið sko þú veist, svona aesthetically þá er mjög mikið af Owning the Lips komið það Já, listen up liberals Listen up liberals En ég held sko að ef við myndum bara fá þú veist, ef við horfum á Too Fast and Furious og svona, já, þar var bara, þú veist alls konar fólk, alls konar, þú veist, kynþættum og alls konar bara, þetta er bara og þú veist, alveg smá svona, þú veist, í Tokyo Drift var alveg svona, já, þú veist alveg smá stöðum ekki gott, já, þú veist, þeir voru að en reyna. það voru allir Þeir voru að til í reyna, það já. af því allir voru bara á Því cool bílum bílar eru cool því bílar eru cool Og og þeir þeir voru geta svona verið saminningatákn fyrir okkur drifta. Og því líka þetta var líka bara eitthvað svona hérna er þín bílamenning en hérna er einhver svona gaijin með svona bandaríska muscle car Já. og þú veist, þetta er eitthvað svona En það voru bara allir vinnir og allir voru vinir og allir kerðu cool bíla Það var bara, ég vil bara það já, Það er það sem ég vil bara eitthvað svona nett eitthvað nettótt Allir saman að gera nett já, Saminningakrafturinn á að vera nett já, það er líka bara svona þú veist, það er alveg bara, þú veist skilabóðin í Tokyo Drift í fyrsta lagi bílar eru cool og það er cool að drifta Já. sem eru bæði sko sannar staðafingar og svo eftir því getur svona við ætlum líka að setja að vera vinnir og þau eru búin að sína manni cool bíla það er bara svona, veistu, ég er sammála, ég er satt með að gera Þú þurfir til já, það já. Þú þurfir fokkið til það Já, þú þurfum bara, þú veist og eitthvað svona, allt svona jaðar íþróttir voru alltaf bara eitthvað svona Já. eins og hjólabrettamenning já, þú veist, bara gera eitthvað cool gera eitthvað nett Ef þú gerir eitthvað cool, þá ertu cool þá er þetta cool það er brjálið, sem þú veist það er líka eitthvað svona af hverju eru jaðar íþróttir ekki lengur eins culturally relevant og þær voru þú veist, Ég veit það ekki alveg hvað gerist með það Ég held að þær voru kannski bara, þær eruðu of þú veist ég ætla alveg að játa það, þú veist Red Bull er alveg þeir eru alveg, þú veist, keeping já, it já, up sko það kemur DSG og náttúrulega Ken Block þegar hann var að þá lífi, þú veist voru bara crazy, skilur já, já. Ég man ekki, hann átti hvað átti hann áttur? Átti hann ekki Monster Energy líka? Ég held það Ken Block Átti sem hann- átti ég veit það DC ekki. Shoes átti Ken Block DC Shoes? Já. Ha? Já. Djúlega sé það ekki Nei, það var cool náungi það var hinn epic cool náðing Það var mjög cool náungi já Að Það þetta var bara eitthvað svona að gera cool dót ég líka bara svona unabassedly gera eitthvað cool Já, og svona hvað það væri ógeðslega nettu bíl að gera netta kleinursingi Já. og þú veist yfir þyrlu eða eitthvað já, eitthvað svona bara eitthvað svona En líka bara svona insanely góður að keira Já. Og Jim Canadótið allt Þú veist, eitthvað að keira bara svona Hann er einni tommu frá því fór til sjó 15 sinnum í þessu myndbandi Og svona, það er frekar cool Það er fucking cool það er erfitt að gera eitthvað meira Ég vil líka bara, þú veist, við erum búin að vera að fá einhverjar myndir Þú veist, ég horfði á hann á Formule 1 myndina með fucking hvað hann heitir? hérna Brad Pitt Brad Pitt Hann var í Formule 1 mynd til misti sem alveg heitir því bara F1 já Hún var geggjuð Já. Það var einmitt bara eitthvað cool dot cool shit Brad Pitt er líka orðin nógu gamall til að hann sé bara svona hún meira einhverjum sama já og það er svo gott Já. af því að hann þurfti þess svo mikið að ég aldar að vera bara svona eitthvað gaur en þú veist ég vil fá þú veist ég held að eini svona besti staðinu fyrir eitthvað svona representation fyrir þú veist minnudópa sé þarna sko já ég veist þú veist, það sem ég myndi gefa fyrir bara svona high budget Michel Mouton mynd þú veist, B-Team Racing þú veist, rally, já bara eitthvað svona geðveikt, af hverju geðveikt dót. En í Af hverju staðinn gera fáum það? við mynd sem heitir Race hvað er það hvað ég Jess- ég held að það sé um Jesse aldrei Owens. heyrt um það ég held að það sé Jesse Owens ha þegar hann var að hlaupa fyrir hann með Hitler og gefa hann puttan en ég bara svona, getið þið kallað þetta bara eitthvað annað já þú veist race já ok þú veist, það er útlislega fucking stupid ég hef ekki nýtt séð hann sko en það sá ég bara svona, hvað er þetta? hvað er það Hvað er þetta? fattar þú Mér finnst sko, mér finnst þegar bara íþróttamyndir ættu að vera til bara þetta, bara fyrir þetta já þú bara svona representation og svona af því að það er svona að yfirstíða hluti já við náttúrulega fengum eina
fucking Mighty Ducks 2 Já, þar sem við erum vondukallanir. já, við erum vondugallanir og allir definitely ekki rússar. Já. Reyndar var íslensk fyrirstæð sem lék liðs eigandan held jú, ég. það ekki. Ég man ekki hvað hann heitir, en Ég hún man- var líka alveg svona heimsfræg sko. Já, ég man bara sættur að sé hana og ég var svo leiður þegar ég komst að því að við getum ekkert í hockey. Já, mér Við finnst bara það svona getum bullshit. ekki neitt Mér finnst það bullshit. sem er asnalegt. Við ættum að vera Bíddu. ógeðslega góð í hockey. Býtu, hvað með liðið þarna í Kanada? Já, ertu að tala um hérna The Winnipeg Falcons? Já. Sko, það er náttúrulega ég sá það og þetta hljómar eins og svona mesta alveg bara svona obscene Oscar bait. Já. Að því að þú veist, þetta myndi aldrei gerast. En þú veist, það voru einhverjir Miracle on Ice. bókstaflega. Já. Það er einhverjir Íslendingar sem búa í Winnipeg. Já. Þeir eru eitthvað að spila hockey eða bara knattleik eins og Egill Skallagrinsson. Já. Þeir eru eitthvað svona er eitthvað allt og góðir. Þannig að þeir fá ekki, þú veist, þeir fá ekki vera með í deildinni. Þeir eru eitthvað svona að því að þeir eru, þú veist, skítur Íslendingar. Þeir eru Já. mörmenni Já, þú veist, og þeir eru eitthvað svona stofna sitt lið sem er bara The Winnipeg Falcons. Og svo byrjar fyrri heimstyrjöldin og þeir fara allir saman af því að þú gast gert þetta, þú gast skráð bara svona vinahópiðinn sem herbyggt og þeir voru allir sendir og þú fekst saman 2 kassa af Já. Monster þú Energy veist 2 kassa Monster og pakkar þarna 50 cent geisladiskinn Invasion geisladiskinn já, já, já einn MP3-blöð Já, þetta skiptast á já. en þeir eru allir sendir bara til Evrópu og bara, þú veist, helmingurna þeim deyr og þeir eru eitthvað að fá orður fyrir einhverju hetjut á þeir og eru bara svona koma aftur til Kanada Mhm. sem, þú veist, bara svona stríðsetjur Já. úr fyrra stríðinu og svo eftir að þeir koma heim að þá í fyrsta skiptið er keppt í ísokki á Ólympíuleikunum og Kanada bara svona strákar þið eruð up to bat putting together a team en þeir bara svona senda þá The Winnipeg Falcons á Ólympíuleikana Geðveikt. og þeir vinna gull fyrir Kanada í fyrsta skipti sem það er keppt í ísokki á Ólympíuleikunum við erum alltaf fundum upp ísokki við fundum upp ísokki þú veist þannig að þú veist, mér finnst að við getum kleimað allavega 1 Ólympíugull í ísokki algjörlega eða þú veist, það er þú veist, come algjörlega on þeir hétu líka allir eitthvað svona Patrikur eða eitthvað, þú veist, Já. Stjáni Stjáni og Patrikur Stjáni og Patrik Stríðsetjur. já, damn, það er geðvikt það er alveg ég svona ætla að sjúkt já, það er frekar sick það var í fucking djúlega það cool mynd sem er ekki búið að gera já já, það er rétt já, en ég, þú veist, ég vil bara þetta ég, þú veist, já bara svona þetta fór alveg, þú veist það er bara svona, ólympíuleikarnir eru orðnir þú mátt ekki einu sinni horfa á það lengur ha, þú mátt ekki einu sinni, þú veist, þú þarft að borga til að horfa á það núna það mástu seinast þegar þetta, þú veist þetta var ekki sýnt á RÚV vegna þess að það er eitthvað svona það er paywallað af því ég, þú veist, ég vil bara þú veist ólympíuleikarnir, eða fucking FIFA er náttúrulega bara svona, þetta er allt orðið bara eitthvað svona rotið innan viðbjóður eitthvað já, sem er úrslega leiðilegt já af því mér finnst þetta bara svona, þetta á að vera the great Að þetta- equalizer gæti verið nettast shit í heiminum þetta geti bara verið the great equalizer já, þú veist og þú veist, þetta er eitthvað svona að landið sem það er að keppi í, það er tekið íþrótt þaðan og bætt, er það ekki þannig? ég veit það ekki Ég held að það sé Ég- sko landið sem þú ert frá þú veist, þegar Ú. haldið ólympíuleikan í landinu Já. þá er valið eina íþrótt þaðan til að bæta við ólympíuleikan, ég held þetta sé það það getur enda verið ég held þetta sé Já, þannig, já. en þú veist ég man að það er, þú veist hjólabretta voru fyrst að koma núna já, já, sem er bara svona hvað meinaru, það ætti að hafa verið mjög lengi, já, þetta já, er bara svona insanely teknileg íþrótt já, já. Það er samt eitt svona sem er ultra sorglegt Já. er að ég hef séð argumentið svo frá fólki sem er að tala um, þú veist, þeir eru potentially að adda inn alls konar, þú veist, hjólabrettum, breyta eins og eitthvað Já. og það eru gaurar sem er í íþróttum sem er bara svona, já, við samt erum ekki við sem við viljum vera með, vegna sem við sáum, þú veist, hvað kom fyrir box sem bara svona varð önnur íþrótt já, olympískt box já, eða olympískt þetta Já, já, sem er, þú veist, já, þú veist já, að eitthvað svona verði til svona ólympískt skateboarding ég held samt að það muni bara vera
til hins betra það getur verið af því þá verður, Já. Það er líka, veist, Þá verður það eru aftur nógu til margir- counterculture. Já, þú veist það var Skilurðu? þetta cool. En ég veit alltaf eins og með, sko, það voru búin að vera einhver umræður með að, þú veist, taka inn Muay Thai á Ólympíuleikana. Já. Og það er alveg bara svona, endar þau ekki bara með kickboxing aftur basically, það ekki, eða þú veist eitthvað svona olimpískt Muay Thai það sem gerðist seinast. já, eitthvað svona, þú færð olimpískt Muay Thai Nefnum þetta ekki klinsa og ekki olbúa og svona, svona, býtu nú við Bíddu, það stendur hey. kickboxingina fyrir aftan en það er eitthvað svona, og það voru margir í því, þú veist, Tælandi sem voru bara eitthvað, við viljum ekki kompromæsa það mikið að þetta verði bara eitthvað annað. en það er það alveg bara svona mjög þú veist, það er bara svona menningararfleiðin Já, já, að miklu leiti mér finnst það miklu mér finnst þetta bara svona eins og að fara að keppa í flamenco-dansi eða eitthvað Já, það skilur, þetta er svona, þetta er of tengt Jú, það heitir Muay Thai, skilur já, þetta er, þú veist, já, þetta má ekki, þú veist, það má engin annar fara eitthvað svona að segja hvað þetta er og hvað þetta er ekki. já bara Það nákvæm fuckinglega Sem er eins og með, sko, þú veist, það eru tveir hlustendur sem hafa einhvern áhuga að hlusta á, þú veist, Muay Thai mér er alveg fucking reglugerðir. sama mér er alveg fucking sama En það er eins og með þarna, þú veist, One FC Já. sem er núna, og þú veist, fullt af flottu dóti sem þeir eru að gera. Og þú veist, sita saman bara superfætta og sjá, Já. þú veist, hérna er, þú veist, bestu talendingar að keppa við bestu farangana og þú veist, það er áhugavert. Það er áhugavert að sjá bestu færingar farang, já, Já, bestu færingar. ó fuck ég bara býtu, er ég bara að missa Mettaði búið að breyta. En það er eitthvað svona, þú veist, þeir samt eru bara með entertainment Muay Thai license. já, sem er Sem þú veist, þannig að það er ekkert Já, þú mátt ekki vera það er með- ekkert íþróttabandalag í Tælandi sem að þannig að þú hefur mátt ekki vera með, þú veist, gym fara á Tælandi Nei, þú veist, þetta er rauninni bara, þú veist, það er til bara, þú veist, það er, þú veist, með competitive Muay Thai license og svo Ok. okay. með entertainment Muay Thai license Já. sem basically, ef þú ætlar að vera partur af einhvers konar íþróttabandalagi eða federation, að þá kemur bara þú veist, útsendara frá íþróttasambandinu í Tælandi sem að koma og athuga hvort þetta sé ekki allt rétt, hvort þetta sé ekki með rétta reglugerðir Já. og hvort þetta sé rétt framkvæmt Já. til þess að þetta sé tekið inn í rankings hjá þeim. já, ok En ef þú ætlar að vera með entertainment Muay Thai sem er bara, þú veist, basically leifi til að setja upp ring og láta einhvern boxi í hún, já, sem að þeir eru tæknilega sér með þannig license. já, Þannig að, þú veist, íþróttasamböndin í Tælandi eru aðeins búin að vera svona, hei, þú veist, þeir eru soldið að kynna okkar menningarleið fyrir ótrúlega mikið af fólki já, sem eitthvað sem það er ekki alveg nákvæmlega. já. Klippum í eitthvað, ég veit ekki hvernig transitionum út úr þessu. Nei, en það, þú veist já ok, við erum að klippa yfir eitthvað Já. Sick fucking acid rap Muay Thai já, sick montage Muay Thai montage er í gangi núna er í gangi núna. en er það Baskavín Baskavín, við ætlum að tala um við erum komin aftur Við erum komin aftur. Baskavín, Gerðist ekki. case closed Já, nei, já, við erum að vera undan Balta Við ætlum að vera að undan gefa út Balta hennar þátt að því að, áður en Balti þú veist, sko, að því náttúrulega Baskanir stýra skemmtanir. Balti er náttúrulega Nei, sko, ég veit ekki hvort að fólk nei, veit fólk það alveg, hann er alveg baski ég veit það ekki, eða þú veist. Nei, Kannski, ekki, ekki, ég bara, að það skipti einhverju. nei, ég bara þú veist. spá hvort að það sé svona eitthvað Það er skemmtileg staðarind. Já. En hérna, við fórum og tjekkuðum á Baskavíunum. já, við fórum til Við Baskalands fórum til Ísafjarðar. ja, hérna- einnig þetta sem Ísafjörður Einu þetta sem Ísafjörður. Nei, þegar svona, þú veist, maður læriði um Baskavægin eitthvað svona í samfélagsfræði eitthvað. já, Það sem var alltaf eitthvað svona, það voru Baskar. Já. Og svo bara svona, allt í einu kom Ari á Ögri og Skarðavall í tvennt með Kesju. Af engri sérstakri ástæðu. nei, bara svona þeir urðu óðir Já, það er bara það er ekki svona menn að vestan Já. urðu brjálaðir og drápu Það bara svona- 84 Já, já. spánur Það bara rann á þá einhver svona blóðlosti. Baska, Baskar. ekki Sem hafa það, spánur við fucking, þó við höfum hérna, frjáls Þú hefur gaman hérna í þessu podcasti. Baska já, frjáls Baskanía
Baskland Bask, Hvað er það? Bask Frí Bask Frí Bask En það sem gerðist Já, var að sko englendingar og spánverjar og baskar og þú veist Portugalar og allir eru búin að vera að stunda hvalveiðar fyrir utan Ísland vegna þess að það var engin reglugerð að það væri ekki í lagi svo allt í einu bara ákveða Danir að bara það sé ekki cool lengur og við viljum ekki að englendingar að því að okkur ítla englendinga aðalega að þeir séu að þessu þannig að þeir settu bara bann þú veist á það að erlend skip og erlendir þú veist hvalveiðimenn myndu stunda hvalveiðar við Ísland og Já. sko vertíðina eftir að þetta bann er sett á að þá er einhverju baskar sem eitthvað svona ok, við getum samt sko eitt seinasta rönn svo erum við búnir, já, svo erum við out One final jump já, þetta er alveg þannig eitthvað Já. svona og þeir fara á Og skipi hvað getur farið úr Hvað skeiði? getur Þetta er Oceans, já, Oceans 84 Atlantic Oceans fucking Ég man ekki hvernig baskefnin gerðist en, mér finnst þess að vera 1700 eða eitthvað rétt fyrir 1800 Oceans 17 Ok. og þeir allan eitthvað fara til Íslands og Proceed. eru fyrir utan Vestfirði Já. að, þú veist, fara veiða hval Já. verða skipbreyka og bara svona ég held að degi 4 eða eitthvað í skipsreikinu en þeir, þú veist 80 eitthvað, komast Já. í land Já. og bara svona eru teknir inn einhver staðar hlýjaður upp og bara svona hey, þið eruð einhver staðar og það sem gleymið svo mikið í þessu er enginn talar tungumál sem neinn annar skilur þannig að það er allt í einu bara svona það er svona allt í einu bara eru 80 gaurar hérna Já, og þú veist ekkert af hverju þeir eru hérna, hvað þeir eru að gera eða hvað þeir koma og þú bara eitthvað svona borða kall borða mig App, app, app. nema þeir eitthvað Þeir eru með svona hann skutul, svona hjút Já. skutul nema þeir allan eitthvað Já. svona fatta, þú veist, ok, við erum í vandræðum við eigum ekki að vera hérna Já. Og þú veist, við gætum ef að Daninir koma næst þegar að koma vorskipin Já, þú veist, þá eru við pínu skrút Já. förum ekki í fangilsi Já. eða eitthvað Já. þannig að þeir fara og ræna skútu og byrja að sjóræningjast út alla Vestfirði já og eru bara eitthvað svona again, bara svona mat og Já. dót og til að reyna að komast tilbaka jú, þú veist, þeir eru bara þú veist, þeir stel einhverju skútu sem þeir koma síðan að þú veist, er ekki haffært skip til að sigla aftur til Spánar á Nei, þannig að þú þeir eru og þú veist, já þeir eru svolítið fastir bara á Ísafjarðardjúpinu og eru eitthvað svona að brjótast inn og stela skreið og enginn veit hver þessi gaurar bara eru svona, ég skil ekki hvort að Ég segja skil en þú ekki ert að hvað- taka þú veist, matinn minn sem er ekki til ég mikið ætlaði af eiginlega að borða þetta sko. það er eiginlega ekki til mjög mikið af matinn það við ætluðum alveg definitely að borða þetta skreið bara svona á eftir þú, Af veist, því þú að- ert ekki að taka Doritos-bóka minn Nei, þú nei, ert bara svona að taka þetta er hakkið mitt úr fristinu mínum sem ég ætlaði að borða og Þú ég á ekki meira hakk ég á ekki, ég fæ ekki meira hakk fyrir í vor það er mjög áriðandi að ég Já, fóði já, já. þetta hakk og þá eitthvað svona er send á stað, þú veist, bara eins og er gert ef þau eru sjórinningar einhver staðar Já. þá bara svona kemur Ari á Ögri og safnar saman einhverju liði til að fara að ná þeim já, og þeir bæði vegi eru færri þeir eru bara svona 40-50 Já. og baskanir eru 80 Já. og þeir eru eitthvað svona þú veist, fara inn að ná þeim Já. og þú veist, á endanum eitthvað svona þú veist ná þeim semi og eitthvað svona þú veist, halda að skipstjórin ætli að gefa sér fram og þeir eru eitthvað svona ok, kottu, setið hann í játn eða eitthvað Já. nema svo eitthvað svona fer það eitthvað fokk og hann verður spúkt og byrjar að synda út Ísafjarðardjúpið það er Þá að þeir synda til hann er að synda til Grænlands já, sem þú veist, þú ert pínu þú ert ekkert að fara að sleppa þú ert bara svona að fara að deyja í sjónum þetta var náttúrulega referens í þetta í óferð þegar hann reynir að flýja á Já, bátnum til já. Grænlands það er hérna, kannski var þetta hann er búin að vera með þetta baska narrativ Já. svona í já, ég er að segja, þetta Verkum er áður. svona, svona dropping hint en já, ok, Já. hann ætlar að synda hann ætlar að synda út Ísafjarðardjúpið þannig að þeir eru eitthvað svona veist- vetur þeir eru eitthvað að fara í bátana og þú veist, fara á eftir honum og þú veist, kesjan sem í er, sjónum þú þurftir ekki að gera þú það þurftir ekkert endilega að gera það en þú veist, hann var aldrei eitthvað að fara að
Nei, veist það sem ég er að segja, það er bara Já, svona ok, þú veist, hann er alveg, þú veist og svo, þú veist, það sem gerist, þetta endar þannig að það kemur eitthvað enskt kaupskip sem er nógu stórt til að komast aftur til Spánar. Já. Þannig þeir stela því og flýja til Spánar aftur. Það er svona nánast allir sluppu bara aftur. Það dóu eitthvað svona 8 gaurar eða eitthvað. úr einhverju Já. öðru Bara svona flestir fóru í sjóin. Og einn var kesjaður af því hann var að synda í burtu. Og var sjórenningi. Já, veist, ok, hann, þú veist, Og líka, þú veist, Baskanir eru ekki í stöð, þú veist, þeir hefðu ekkert endilega geta gert eitthvað öðruvísi en þeir gerðu. nei, En vestfirðingarir voru það líka. Eða, þú veist, já, þetta er þetta bara er, svona- þetta er algjöru miskilningur Já. algjör miskilningur. Og þú veist, ef að einhver bara svona, ef það hefði verið einn Dani sem að, þú veist, fór í skóla á Spáni einhvers staðar, Já. það hefði bara svona örugglega reddast. Já, En en já, þú veist, það er alltaf ég man bara eftir, þú veist ef maður hugsar þetta eitthvað svona úr samfélagsfræði eða whatever, Já, eða eitthvað, já. maður bara svona, já, það fór svona allir mistu vitið Já, og já, já. drápu 200, þú veist, baska já, sem þú veist, líka bara eitthvað baska vín já, að því að þú veist, svo er líka eitthvað svona, þú veist, Af hverju ekki bara engulið- Baskaránið? Já, já, það er nákvæmlega. Þú veist, og engulíðis er alltaf eitthvað svona að því að þeir voru svo vittlausir og miklir moldbúar og eitthvað það svona. er einhvern veginn alltaf engulit Já, en þú veist, eitthvað svona, og það hefði ekkert breyst ef þeir hefðu allir lesið Voltaire. Það hefði nákvæmlega sama hefði gerst. mitt, þú veist hvað meður það, þú veist, þeir bókstálega skilja ekki hvort annan Þeir skilji ekki hvernig annan og bara svona, þeir eru, þú veist, þeir eru að taka sétið mitt. en ég man líka, þú veist, það var eitthvað að tala um þeir held að það verið sko innrás Þú veist, fyrsta lagi semi já, að því að það búa 3 á Vestfjörðum. en þú veist, það er líka ekki skrítið að þú veist, hugsa það ef Nei. einhver gaur kemur og tekur dótið Já, og bara svona, og skilur hann ekki og er bara að fremja strandtök. já, þú veist, svona hei, Hei, hættu, það er búið að banna þér þetta þú mátt ekki, þú veist, það margbúða banna þetta. Mátt ekki gera þetta. þetta er mjög bannað Já, en þetta, sko, ég er spenntur fyrir því að hann muni, sko gera þættum þetta já, þú veist. þetta áttur að vera eitthvað svona volaða land shit, sko. þetta áttur að vera eitthvað svona Actually, eru allir Íslendingar fokkin einhverju þeir voru ógeðslega heimskir. moldborðandi hálfvitar Og þeir bara svona, þeir borðuðu kúkinn sinn og drápu alla baskana. já, þeir drápu alla sem eitthvað, Af því að og þeir eru svo heimskir Já, þeir eru svo vitlausir. og þeir eru svo fokkin heimskir Það er svo, þú veist, ég hef ekki ennþá horta á volaða land, nei, ekki gera það. Eða, þú veist, við þurfum eiginlega að horfa á hana, þú veist, í þætti, já, af því hún er alveg bara svona, þú veist, ég er Propaganda. nei, þú veist, hún er bæði eitthvað svona, bæði er hún í fyrsta lagi bara svona mjög brútalt colonial propaganda. já. Af því þetta er eitthvað svona sem er bara í lagi að þú talar um þú talar um önnulund mörmennin. ég er samt, þú veist, ég ætla bara þú veist, ég hef sagt áður við, þú veist, við búum að eigu Já. við erum með slur Íslendinga Já. sem er mörminni Mörmenni. þú veist, við erum með okkar eigið hljóðfæri Já, húslákspil Já. hvernig erum við ekki að tala patois við ættum að gera það. þú veist, mér finnst Við- ekki með að tala með Jamaican Reim allan daginn bara, Nei, þú bara tæknilega svona séð- ekkert mál Já. bara svona þú veist, ég ætla ekki að gera það, Það er ekki æland. núna Við erum á eigatíma. Það er einmitt, í einmitt. strángasta skilningi orðins. Akkur heldur að við séum alltaf gett sein Við erum alltaf að segja, af því við erum að eiga tíma, það er eigatími. skilur Það er, mér finnst þetta innleiða eiga tíma já, bara svona að það sé svona ég líka sko, þú varst að mæti rétt að salata en þú veist, er ekki eitthvað svona 4 daga skekkjumörk eða eitthvað þú veist, Það er eigatími. kortir yfir er alveg, þú veist. Þá er enginn að segja neitt ef þú ert innan við kortir. Það er alveg svona, come on, hvað er að gera? en þú veist, þetta var bara svona Íslendingatími það var alltaf að tala um Já, það bara, já. þú veist, eins og þetta í Noregi bara svona, normenni mætti alltaf bara á slæginu og var Já. svona, hvað er að gera En, akkur er þetta heima hjá mér hvað er það að ég gera? saði klukkan 7, akkur er þetta heima hjá mér klukkan 7 Það er insane. Þú átt ekki að gera það. það er geðviki Það er líka bara svona, mér finnst þetta að vera skýrast að dæmi um það að við séum írar og ættum að vera kaþólsk. Já. Að því að bara svona, ef þú skoðar bara svona norðmenn, svíjar, þjóðverjar, við erum ekki svona. Nei, Ef þú skoðar bara svona Íra og skota Íra og skota, Já. við erum svona. Já. Þetta er það sem við gerum. Þú veist, ég var í Dublin í fyrra og eitthvað svona, alltaf ef maður sér eitthvað svona, settu bara amaskassa,
Já. hann er smá skekkur eða eitthvað svona, Já, svona myndum við gera. en nákvæmlega virkar þetta, já Já, þú veist, þetta er eitthvað. en þetta er alveg svona, þú veist ég man það að mamma mín fór, þú veist, til Írland og var einhver svona þú veist, útsýningsferð eitthvað þarna, ég man ég held að vera í Belfast eða eitthvað hann bara, hvaðan ertu eitthvað, á Íslandi, hann bara, velkomin heim Fuck eitthvað er það bara svona að vera í Skotlandi líka er bara eitthvað svona, þið skiljið Þið veitir hvað er uppi. þið skiljið bandir Já. Ég er líka bara svona að sko allir norðmenn, þú veist, ég held að norðmenn séu bara einhver svona Habsburg Íslendinga. Þú veist, Bjarni Ben er augljóslega norðmaður. já, Fucking hefur séð fokkin högun á honum eða? Hann er með Habsburgar Hann er högun með Habsburg En það er alveg bara svona þetta flavor af eitthvað svona, þú veist, norður-evrósku protestant inbred royalty já, sem er bara svona ógeðslega vond af yngri sérstakri ástæðu. Svíþjóð Svíþjóð og bara gett evil land svona að því bara. en þeir tala fyndið Þið tala fyndið og búið til kjötbólar, kjötbólar og eldflaugar eldsflugar, og barnamorðabissur barnamorðabissur. já, Já, Þetta er bra. það gleymist alveg svona Sap Saab. Það er svo mikið að fólki verið drepið af Saab. Það er bara svona seinast þegar þú sér í lífinu eða bara Saab. fólksbíl bara beint í hann ó nei, þeir eru byrjað að henda katilökum í okkur, fuck nei já, bara svona þetta er mest á svona þú veist GM framleiti hérna bröðristennina Já. en líka eitthvað svona Þetta er eins og gjörðingavopnið þín Já, þetta er eins og ég var að, þú veist, ég var að fara að fríka út þegar var hana, þú veist, í fyrra eða eitthvað, hitt í fyrra, þegar Boeing var að drepa alla vissublóðurina. Já. Og allir voru eitthvað, Boeing eitthvað að fljúa til Benidorm og drepa, þetta er bara svona, þeir eru staðist í hergagnaframleiðandi í heiminum. já, hvað mennur Hvað meinar þú? hvað er það að tala? Hvað er þetta auðvitað að drepa þig fyrir að, þú veist, það Í er alveg, einhverjum það er yfirlýsingum. alveg magnað hvað mikið af svona þú veist ríkisstjórnir að drepa fólk í öðrum löndum þú veist, í Evrópu já, þú veist, Frakkland í Nýja-Sjálandi Já, þeir söktu The Rainbow sem var náttúrulega Greenpeace var það ekki? var það ekki Sea Shepherd? Eða Sea Shepherd Ég man það ekki. það var annarkvort Já. en þú veist, bara svona fröndu hryðjuverk Já, og drápu fólk já, og eitthvað svona voru, þú veist, ég held að voru ekki, þeir voru alltaf kærið og ég held, þú veist, ég man ekki alveg hvernig þetta endaði en þú veist, Bretland, þú veist, ok það var ekki bara alltaf vissulega en já, þú veist, já. sem er svona Grátt grátt svæði, en bara svona að fara á kaffi og svo drepa eitthvað Já, þú veist, það þegar er hann sagði eitthvað ljótt mátt það ekki, Svona, ekki, hætti það má ekki að gera þetta Það er, þú veist ég held að normenn hafi gert þetta ókslátt en þeir séu bara svona kannski góðir í því. Já, ég er alveg bara svona, ég er vissum að þú veist, norðmenn eru the shadow government Já, Þeir eru svona, eru með, þú veist einhver svona jolly, líeglað special forces gauðra út um allt að borða bara já, brauð en þú veist, ímyndaðir, þú veist, þú ert með svona hermenn frá Rússlandi sem eru bara svona að deyja úr þunglindi Já, þú veist, frá því að alst upp við frekar slæmar aðstæður og svona Já. finna svona, þetta fyrir bara í herinn eitthvað, kannski, og svo deyriðu gett ógislega hróttalega já og Fyrir meðan einhvers- eftir með eitthvað svona normenn sem bara svona eru með fullkomið svona heilbriðiskerfi Já. og svona social system og þeir eru þjálfaðir í hernum frá þeir eru bara Já, og bara svona þeir eru örugglega svo góðir í því já, það er líka bara svona þú þeir veist, eru örugglega svo góðir í því og svona af því að það er líka svona Ah. filter fyrir, af því að þú veist það er enginn sem eru svona með fyrir í norska hernum af því að hann þarf að gera það nei, þetta er bara for the love of the game þú veist, ég man bara svona fólk á mínum aldri þú veist, ég var í skóla í Noregi það var svona, það er hörð herskildaðar Já, 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 þú veist, það fara allir í herþjálfum já. og, ekki, Það þú veist, er og alveg- allir eftir 95 allar stelpur líka Damn. og þú veist, það er mjög finnar sögur af því sko, það er mjög finnar sögur af fólki þaðan, þú veist, eins og einn vinn minn sem bara svona hann var svona, ég víst ég er einna ég ætla bara svona að segja já við hlutum Já,
Já, eitthvað svona, þetta er eitthvað að bjóða sér fram í Já. þetta og bara, ok. og hann endaði í sko sem lífvörður fyrir konserfjölskylduna hann bara eitthvað svona, bara eitthvað, þú veist, ég sagði bara já öllu ok. Þú veist, honestly bara eitthvað svona I like the effort, eitthvað Það er svona, það er líka mjög, þú veist, mjög hættulegt að því að svona, þetta er eitthvað svona sem er mjög innbyggt í fólk hérna. já, Er eitthvað svona, getur þú hana, eitthvað, gerst þetta? Bara svona, já, ok. Við værum með astnalegasta her í veröldin. Við værum með svo illa skipulaðan, bara svona, við værum með einhvern veginn functional trúðaher, já, sem væri kannski, þú veist, það væri kannski nett. við erum alltaf með hér Já, gleymist. það gleymist oft, Gleymist. það gleymist Það er oft að alveg við höfum verið með heraðgerðir Við höfum verið sér að farið til útlanda með herin okkar. já, og Við réðumst inn í Írak. já, við höfum bara verið með yfirráð yfir svæðum og ég meina hvað heit hann, Colonel Halldór Sigurðsson það er Gleymist mjög ekki. skrítið, Það er skrít. þú veist, Pældu þetta er líka- alveg skrítið en fólk veit ekki að, þú veist, uppþanga til 2008 eða eitthvað mátti, þú veist, Sameinuðu þjóðunar held ég Sameinuðu þjóðunar eða NATO, já mátti tilkalla lögreglumenn og sérsveitarmenn Já. á hersvæði Jú. í gegnum ISAF Það og þú veist, það er bara svona myndir af, þú veist, Þeir voru í Kabul, var það ekki? jú, þeir eru Já, í já, Kabul þar sem þeir lentu í því að vera sprengdir Sprengdir í teppabúð. já, þeir voru að fara að kaupa sér teppi og sem áttir ekki að gera Nei, þú ert í stríði. já, veist, það er svo fyndið Nei. með, þú veist, einmitt það sem þetta er hugsað strax þegar þú varst að segja svona, við varum ekki eftir skrítin hér Já. bara, já, ok, þeir eru í Kabul, þeir eru með einhver yfirráðsvæði þarna eitthvað, skilur Já. og þú veist svona, mér langar ekki eftir að kaupa þú veist, teppi, víst ég er hérna þá langar mér að kaupa með teppi og þannig er eitthvað svona, ok, förum við á Chicken Street sem ég veit ekki hvað heitir það en þú veist, þá er eitthvað svona, það er ekki fara þangað Nei, þú veist, það ekki, er stríð. já, Þannig að þú veist, ekki fara þangað líka sérstaklega Já, það er meira stríð þar. já, og það er eitthvað svona hvað er þetta Það maður, er- eitthvað Við erum enga stund. enga stuð, Þetta var fara, ekkert mál. kaupa teppi sprengdir Já. þú veist, missa nokkur eistu Já. Mistu grunnsanlega mikið að eistu. já, það var Það var eitthvað alveg svona, 3 eistu eða 5 eistu, örgulega þetta var líka eitthvað svona, þú veist, nokkrir mistu annað eistað. já, Þannig að það var, þú veist, það var 8 tala af eistum já, emitt í hersvitinni. já, og svo er til fræg mynd af sko einum hermanninum sitandi á rúminu sinu með íslensku Eistum sín. sko alpahúi eða svona berei bláa í Já, já. íslensku bláa litunum með fánanum á og í ból sem stendur I was sent to Kabul lost my testicles and all I got was this stupid t-shirt þú veist, Þetta er, og þú veist, chicken shit happens sem var actual lína sem Colonelin sagði sko æ. en já, ég er svona, þetta er svona hlutur sem ég bara svona, ég furða mig mjög oft á því að enginn Já. veit að hafi gerst Björn Bjarnason. Það var náttúrulega mastermindið á bakvið þetta. já, Það er þarna ímyndaði samt þetta nema bara svona, þú veist, to scale. Ímyndaði að væri með, þú veist, 100.000 þessa gauðra. Eitthvað svona að kjánast eitthvað svona allir vopnaðir. gaur frá Sauðárkróki Og í Bosníu það væri bara svona, það myndi annarkvort laga allt instantly eða þriða heimsröldin. já, Það Ég- er ekkert, það er eiginlega ekki millilegur nei, ég held við værum já við erum vist mjög góð í mörgu tengt þessu samt já, sko eitthvað svona rannsóknarlögreglumennsku og eitthvað jú, og líka bara svona, þú veist, vera úti. og vera úti Það er alveg svona stór, þú veist, náttúrulega það er allir að tala eitthvað líka eitthvað svona, þú veist, sérsveitin og eitthvað bla bara svona, augljóslegi kandidatinn fyrir íslenska herablan er auðvitað björgunarsveitin, já, hvað meinar augljóslega. já, Það er, þú veist, þú veist, þeir eru úti þeir eru úti, þeir eru með, þú veist, þeir eru á bílum, já, þeir eru á þeir eru á uniforms. gamlum herbílum Þeir eru á gömlum herbílum. Þeir myndu svo dönka á sérsveitina. Nei, ímyndaðu þér, bara svona free for all, sérsveitin versus björgunarsveitin. já, Þeir eru ekki séns. það er mjög fyndið sko það er svona, þú veist, þetta er bara svona mest svona, ég fæ svona
suð í eyrun því ég hugsa þetta svona Special Forces gaurar sem skrifuðu bók eftir að drepið definitely alla vini sína í einhverju heragerð fór í Sean Ryan og lögu gett mikið já, bara eitthvað svona, eða fóru bara svona já, ég misti alla vini mína, bara svona bara því út leiðilegur bara, þeir eru ennþá lifandi, þú er bara leiðilegur nei, þeir drápus allir að því þú er svo leiðilegur er eitthvað sem, þú veist, ef ég væri gaurinn sem hefði drepið á sammælingatinn ég hefði bara svona spreyjað alla bara svona, nei, þetta dói bara ég væri sko þeir dói ég væri komin með útgefendan minn í síman meðan ég væri svona Já, að stappa seinasta Ertu smá hérna? Tryggja bókadill, ég er byrjaður random house hitaðu pressuna já, sko en já, mér fyndi með það sko að þetta eru svona gauðra sem svona eru, þú veist þeir eru þjálfaðir og er eitthvað svona þú veist bla 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 bla, þú veist og mjög erfitt Hero and operator já, eitthvað svona þurfa að vera á hvolfi í sundlaug í 7 daga já, og labba á sem með drumb já. upp á þak eða bara svona sem er definitely ekki eitthvað svona indoctrination nei og ekki Procedure. bara svona til að sjá hver er mest actual geðsjúklingur já, ekki svona hversu færu ert í nei, einhverju þú veist eins og þú sérð þegar þú færð þú veist einhvern veginn svona mittbó hann að norska fjallaklifur já, til að bara svona gera þetta allt já, eitthvað svona, já því hann er klár hann klára disciplin kompetent Já. gaur. ekki geðsjúklingur en Eðlileg. það er mjög fyndið að fólk svona þú veist með einna þú veist SAS Já. þú veist breska hérna sér já, bara svona- whatever sérsveitin. sérsveitin ægiska Já. bara svona munurinn á þeim Já. og þeir hafa aldrei skrifað bók já líka á þú veist munurinn á þeim og einhver svona sílgaurum já, er að þeir eru í vinnun allan á sér syng já, já það er mjög fyndið, þetta er mjög, þú veist, það er ekki ég, svona off-season já, ég til að fara í podcast. ég komst að þessu fyrir ekkert löngu síðan að ég bara svona, þeir eru bara eru að núti já, í vinnunni og það er eitthvað, þú veist það er ekki gott nei, veist, það er, þú veist eða kannski er það gott, ég, ég Við get vitum ekki það sagt ekki. til það en þú við veist, megum ekki vita það nei en það er bara svona, hefur einhvern tíðan heyrt podcast með þeim þú veist, nei, og þetta er þú líka allt eitthvað svona gaurar að þykjast já, það er bara svona mest að þykjast og líka bara svona Tim Kennedy Tim Kennedy, en við bara búin að ljúga öllu sem hann hefur nokkuð tíman sagt og hann er líka, hann vinnur við að ljúga er hann Hann ekki er- fucking, Nei, hann hann er er bara- áróðursmistari Nei, hann er, þú veist, hann er fyrir herinn. í alvörunni bara svona launaður influencer hann er launaður influencer hjá Special Forces Recruitment þannig að veist, hann bara fær borga til að segja eitthvað já, ég fór með 30 handsprengur og fóking kastaði þeim í hérna af hverju varstu með 30 handsprengjur? af hverju varstu með svartan bakpoka fullan af handsprengjum? af hverju varstu með það bara á þér? það meikar ekkert sens Nei, það meikar ekkert sens það er líka bara svona, þú veist maður aðeins eitthvað svona dróst inn í þetta eitthvað umræðu vegna þess að maður þekkir hann gegnum MMA og eitthvað svoleiðis já, og það sem var bara svona sjokkarandi er bara svona hvað það er ongoing catfight í bara svona öllu Special Forces bandarísku enda eru þetta geðsjúklingar þetta eru allt narsasístir geðsjúklingar þetta eru allt narsisistik geðsjúklingar og Það er- þú veist, þetta eru allt sko, þegar ég draf Osama Bin Laden var ég bara 30 ára býtu já, það var einna en var það ekki hann? Nei, það var hann, Nei, það actually, var hann sko hann var að ljúga og ég er ekki að ljúga þeir og þú voru veist, 18 manns og ég heldur allir gikkinn svona Þeir á, gerðu þetta á saman. priki Já. og geðu allan prik og svona, njá, það er pínufallegt já, það er mjög svona Já, fallegu lýsandi við gerðum saman en þú veist, mér finnst ekkert fucking fyndnara en að horfa á svona stólinn Valurs myndbönd það er best Oi, ég dó í þessum búning ég dó í Vietnam ég dó í Vietnam og Írak það er líka sko þú veist okkar standpoint hefur alltaf verið að Stolen Valor er free speech Já. þannig að þú veist við styðjum actually að þú sért í hermannabúning já, í auðvitað, kringlunni auðvitað. af því það er gerðu það taktu mynd á þér í hermannabúning í Og send kringlunni. okkur. send okkur verður með allt og mikið orðum Já. og með svona patsina vitlisum stað Já, já, það er, já. þú veist, ég hef hort á segðu fólki að þú hafa verið á D-Day já, segðu þú þú sést, veist segðu eitthvað svona bull talnarunu, já, ég er operator ég er actually 568 Delta Force Commando 6 inline 4 ég er Weapon X Já. ég er actually Spiderman eða þú veist, ok, fair sko,
ég skal gefa þeim það sem stólinn málar snákum að bara svona, ef að ríkisstjórnin mín hefði sendt mig í bara svona olíustríð Já, og ég þurfti að vera í bleiu í 3 ár já. og allt sökkaði og ég þurfti að hélt ég þurfti að myrða börn Já, sem Og kom í ljós að það var síðan eiginlega ekkert svo kom í ljósa að þetta Þú var veist, bara Það var eiginlega bara miskilningur já, þú veist mér finnst alltaf lægi að þú sérst alveg svona hey, Já, þú ert alveg með smá Þú ert með gripes þú ert með gripes en svona, samt svona alveg smá vitlis ástæðum Já, já nei, ég gerði það Ha, gauðir Þetta er svona, ef þú lappar upp að einhverjum sem er, þú veist, í Freddy Krueger búningi og eitthvað svona, hei, ég er skrimsli ég er John Wayne Gacy farður þessum trúðabúning en líka eitthvað svona hei, ég fekk þessa orðið fyrir að napalm sprengja börn Já, þú veist Ha. Sem er líka svona, þú veist já, Þú skilur pínu eitthvað svona Já, þú veist Það er alveg, það er gett skelfilegt og eitthvað svona, einhver gauðir sem þurfti ekki að napalspringa já, þetta sem sé við bara gett vel á nótunni þetta er smá, já, ég er að segja þetta er smá og já, svo kemur heim náttúrulega og það er ekkit séðum þig Nei, frá neitt nátt nei Þú Gott. smálaði kannski en það er mest insane hlutur sem það ég er veit bara, um. þú veist, það er að nuts. að horfa á Bush mála gauðra sem mistu útlimi Já, þú í veist, stríði sem hann byrjaði er bara svona eitthvað svona það ég hef er aldrei séð þetta eins satanist Nei, á sama tíma líka bara svona þetta er ógeðslega evil og insane já, og líka bara svona þetta er samt bara svona áhugaverðasta listprojekt já allra tíma en hann líka, það er mjög áhugavert hvað hann er þú veist ábyrgur á skrítin hátt eftir Já, þetta þú veist, eitthvað svona að vinna ekkert mikið í einhverju svona vetturinsaférs og eitthvað og ég er svona what? það er sko sem er líka svo fyndið að því hann náttúrulega svona, þú veist bjóð til The Orphan Crushing Machine já, og er svona, þú veist, hann á sinn part í því já, en samt er hann eitthvað svona þú veist, við þurfum að bjarga orphanans úr The Orphan Crushing Machine já þetta er mjög, þú veist, mér finnst þetta miklu áhugaverðara en fólk gefur því Já, klið þú veist, líka bara svona ímyndaði þér ef við ættum bara svona ef Caesar hefði sest niður með svona, þú veist, limlestum hermunum úr gálísku herferðunum já, og bara svona gert mósaíkmynd af þeim það væri Það er eitthvað áhugavert. það væri eitthvað áhugaverðasta sem við það væri, ef þú myndir finna það núna þú veist, það er insane að, þú veist, að eiga þetta sem einhvers konar sögulega heimild já, en samt, þú veist, get evil og þú veist, skrítið já, já en það er, sem þú veist, mannkinsagan svona í 2 orðum þetta er eitthvað svona sem Nero gerði nema úr kúknum á sér hann sagaði fyrst að þeim höndina já, svona, málaða með höndina þeim eða eitthvað ég elska hvað er svona það er eitthvað svona sögulega evil fólk eitthvað svona Já. Bathory og eitthvað svona, þú veist já. svo eitthvað svona Nero er eitthvað svona ó, hann er í einhverju svona öðru lík hann er bara að flippa Þú veist, hann er bara einhver svona Hann er bara- fór í úlfaskinn og fór bara svona nöðgdrapp fólki Já. út á göð ég bara, hvað er þetta? Ha? Af Og hverju svo eitthvað svona gera var hann það? alltaf að ríða mömmu sinni og sett hann á skip og setti göt í skipið og senda hann svo og eitthvað og eitraði fyrir sjálfum sér og pissaði svo eitrinu Já. ég bara, hann var, og svo kveikt hann í róm þú veist það er svona það sem er minnst hann er svona, þú veist, hann er mest Hann- hægtur fyrir já. það en það er minnst fucked up hluti sem hann gerir hann var hann sem freak shit já, bara Nei, svona og það er til, ég vona að ég finni mynd að þau getið sett hann hérna en þetta er stytt á honum úr gulli með sko hérna, því perlu augum ó, skjanna hvít og bláið augu sem sagt. einhver mest horrifying stytta sem ég séð bara gull stytta já, nefnum bara svona skjanna hvít og bláið augu talandi gullstyttur já, þú varst búin að sjá hver lét smíða gullstyttu af sér fyrir hvítahúsið hæ? varst ekki búin að sjá þetta? Nei, hvað? Donald Trump lét gera líka bara svona 5 metra háa gullstyttu af Er sér hann með hérna stansið sitt veistu hvað hann er með? huge titling hann heldur á bitcoin nú hættir þú ég er
ekki Nú Ég er hættir þú ekki að ljúga neinu Nú af þessu. hættir þú Það er satt, það er hluti sem gerðist. Það er, þú veist Getur ímyndað þess að vera svona með svona ég kúkaði með pósið það sem hann svo hallar aðeins svo mikið áfram Já, og lítur svona út eins og svona fucking Norax eða eitthvað þannig að fucking Dr. Seuss karakter já, Lorax Lorax, Nei, jú, lítur út já. eins og svona evil Lorax Hann er evil með Lorax. Bitcoin Hann gæti verið anti-Loraxin. Þetta er ekki einu sinni Það er líka bara svona definitely ekki eitthvað sem antikristurinn myndi gera. Nei, það er Definitely, definitely ekki sögulega það sem Það sem stóð specifically það sem stóð einmitt í biblíunni það stendur bókstaflega þarna Hann er að gera alla hluti. Hann líka, hann náttúrulega, þú veist, það tók einhver mynd í Mar-a-Lago. Það sem hann er með, þú veist, hann elskar styttur. Og hann er með styttu af geit sem er byggð eða húðuð með $100 seðlum með mynd af sér og það stendur in Trump we trust. iPad Goat Nei, þú veist, ekki að því upprunalega frá sér náttúrulega in God we trust. Já, En hvað hann stóð tekur út God og setur sig á geitastýttunni. Það veist Þetta er svona baby's first svona satanism þetta er svona hann fekk svona Your Child and LaVey bókina Hann var svona fenginn í fyrsta Ice White Shut partíð. Já, eitthvað svona Ég ætla að gera styttu, það var besta Gauir, þú ert að þú skimmaðir þú skimmaðir mjög mikið þú bara svona Ég las þetta allt, þetta verður ekki ég las hérna kaplana í bókinni svona, hvernig á að vera evil Symbolism. bókinni já, eitthvað svona okay. symbolism, hann fór á fucking grokk eða eitthvað svona. Nei, samt í alveg, ég held þú veist, þessi stytta lítur mest út líka eins og eitthvað sem var þetta er hot generated. þetta er svona idiocracy satanismi Já, sem er þú veist það er líka svo fyndið að þú veist horfa tilbaka á Idiocracy og allt er svona nema þeir líka tilbyðja djöfulinn. já hvað geti verið verra þau actually ríða börnum og tilbyðja Það er verra. Það er okkur datt ekki í huga það geti gerst líka. En wow apparently þá magnað sko, ok, ég heyrði svo gott þú veist, af því að Diddy og Maduro er í fangelsi saman Já. í New York og þeir eru in the courtyard að rífast hvor hafi verið stólið meiri olíu af ríkisstjórninni ég elska myndinu líka þarna eitthvað svona Street Fighter character selection skjár af öllum sem eru í þú veist Luigi Mangione, fucking Diddy, Maduro. Gaur, ég er með hugmynd Undisputed 5 Já bara Boyka in the prison yard versus Maduro og allir þeir eru allir með svona special attacks eitthvað svona krúdólía og Diddy eitthvað svona puttar eitthvað ég það ekki eitthvað svona semur lag um þig og svæfir þig hann sess bara niður svo kemur annar gaur og slæstu þig gerir kvötiðin öll hvít og svæfir þig með þú þarf að sigra hingurinn áður en að nötta en þú getur svona counterað með 50 cent það er endar ég líka sko ég er búin að vera 50 cent sko bara svona aðdáandi eða svona þannig já, sem svona, hann honum sem persónu forever mér finnst líka það sem er þú veist það sem ég finnst best við þetta ark hjá honum er hann er búin að sanna þú veist að því að búið að vera eitthvað svona þú veist ef þú ert eitthvað heyring á einhver þá var það því að þú ert eitthvað óanaður bara svona hann er bara að gera þetta en elskar þetta já. Hann er glowing það er bara svona honum finnst þetta svo gaman og bara svona já þú veist bara svona fyrir hans er líka bara crazy 50, já eða hann er eins og eitthvað svona comic book karakter já þú veist hann náttúrulega gerði skotin 100 sinnum gerði geggjað töluleik tvo geggjaða töluleiki myndin er líka góð geðveik mynd geggjað tónlist hann líka bara svona G-Unit já og bara svona alveg svona það hljómar ekkert eins og 50 Cent ef þú hlustar á eitthvað svona production af þetta það hljómar eiginlega ekkert eins og hann að þið líka bara eitthvað svona þú veist bling era at the club hip hop já það er bara hann
Já, það er bara 50 cent og eitthvað svona, þú veist, gerði náttúrulega, hann var náttúrulega með þarna, hvernig var það þáttur? Var hann ekki með fucking Beats, dótið? Þú veist, það var náttúrulega Beats by Dr. Dre, já, en hann var eitthvað svona alveg, þú veist, eitthvað svona mjög mikið á bak við það, man ég, varð gjaldþrota, kom svo aftur. já, það var líka eitthvað svona, þú veist, hann varð gjaldþrota í 15 mínútur meðan konuna skildi við hann Já, einmitt. eða þú veist, sem svona Já, en þú veist, svo, þú veist, geða svona, þú veist, maður horfður að viðtöflega það sem er að tala um, þú veist, að hann neitaði að gefa út 50 cent blötu fyrir en allir meðlimir G-Unit fekk að gefa út sína blötu fyrst og ég bara svona, hann er boyseri skiljiði hvað við, þú veist, fengum mikið af tónlist, þú veist, hvað sem ykkur finnst um þá tónlist, whatever, þú veist, en þú veist, bara svona, það er fucking, þetta er real one, sko, 100% þetta er real, það er þú veist, þú veist, hann er með standi, þú veist, með bara svona ennþá í gangi challenge til Floyd Mayweather að lesa blaðsíður Harry Potter fyrir $100 million eða þú veist, sjúklega fucking fyndið, já og bara eitthvað svona fucking around, já, þú veist, af því að þú ert pínu búin að maksa út öll stats sem þú getur maksað út já, nú ertu bara að gera eitthvað mér líður svona eins með Eminem, já, bara svona, hvað hefur hann gert eitthvað svona, eða þú veist, það er svona hann gerir ekki að bíómynd, Já. Óskarsveluna bíómynd, alveg sko Óskarsveluna tónlist, hann fekk góða náttúrulega bíó. Óskarsvelun fyrir Já, tónlistina, geggjaða tónlist, jú, bara, þú veist, unreal fucking tónlist þegar maður spáir í því, Já. þú veist, og bara svona laga textahöfundur, bara crazy textahöfundur, já, og jú, þú veist, nýja platan hans var eitthvað svona, ég er, eitthvað hann er, þú veist en þú veist, hann er samt alltaf, það hefur alltaf verið, þú veist, ef þú spólar tilbaka, já, þú veist, Og það bara er svona- smá, þú veist þetta þú er samt, sérð alltaf elementin eða þú veist, þetta er alveg það sama þá, já, þú veist, að mörguleiti, jú þú veist, ég held líka, þú veist, það væri miklu betur, þú veist, skrítið að segja munað eftir ferlinum hans, að því hann náttúrulega er ennþá Já. en bara svona, ef hann hefði bara farið að fíblast eitthvað eins og 50 Cent, já, eða Snoop Dogg eða þú veist, já, bara svona hann gaf út alveg svona 4 plötur sem hann þurfti ekki að gefa út já, hvað, relapse og prolapse Já. og relapse, prolapse uh, og repreps, repreps nei, hann líka, þú veist, talar alveg svona um það sjálfur, já, en ég líka bara svona, djókið með hann hefur alltaf bara svona, hann á ekki þetta erfitt persónulegt líf, já, það, ó, en hann líka, þú veist, mér veist fólk gleyma því, þú veist, að eins og þegar Mandalay Bay árið sinni varð í Las Vegas, djúðisins transition já, þá gaf hann út lag ha, um það, nei, úst, myndbandið er bara allt um það, nei frá hans POV, sko, ha, ég er ekki fokkið, sko, hvernig hef ég aldrei séð þetta og hann er bara eitthvað svona, við verðum að endurhugsa skotopna löggjöf í Bandaríkjunum, og þú veist, þegar þetta lag kom út, þegar þetta lag fucking kom út, þú gast ekki fundið á YouTube, sko, þú þurfti sko að skrolla síðu 2, þó þetta var bara M&M Vivo síðunni, skilur, what? crazy, sko, og allir í Er kommentunum bara eitthvað svona, hver er ekki að tala um, já, af því- já, þú veist, já þú veist, en eitthvað, alveg svona mjög bara svona M&M-legt lag að, þú the veist, fire report clearly does not match a bump stock já, eitthvað svona, þú veist, en þú veist, endar svo bara á eitthvað svona, hérna er heimasíðan fyrir legislation, bla bla bla, og bara svona, what? og þetta er alveg, þú veist, ég bara svona, það talaði ekki aldrei um heyrt þetta, um þetta nei, það talaði ekki um aldrei þetta, nokkuð tímann heyrt um og þetta það er alveg fleiri svona dæmi, það sem hann er bara svona, ekki eitthvað svona, hann er vók, heldur bara svona, nei, hann er bara svona, Það er bara hann- með eitthvað hann svona er að segja fyrir eitthvað grounded hlut eitthvað, skiljuru, með eitthvað málefni og eitthvað já, en svo bara eitthvað svona, gefur hann út, þú veist, auðvitað, þú veist, Alter Ego og fucking Slim Shady í plötu, já, og þú veist, jú, ég hlustaði á hann og var alveg bara svona, þú veist, já. þessu hlustaði hann aftur eitthvað svona, ok, Mm. þú veist, sem það sem þetta er já, í framhaldi af gamla dótinu, já, þú veist, whatever, já, þú veist, þetta er ekkert eitthvað ég er viss um að hann hatar ekki
alla og þetta fólk eða Nei, skilurðu. nei. Þetta er bara einhver gaur Þetta er pínu bara eins og að sjá frænda sinn posta einhverju svona 9gag dóti á Facebook og maður svona, Drake er barnanýðingur Drake er bananýður Við Þannig gleymum því að hérna mér finnst svolítið fyndin punktur til að koma með fucking hvað heitir hann Leonardo DiCaprio Já, allir eitthvað svona kærast hann sem 25 ára það er allir að ríða bönn flestir eru alveg bara svona streitaðu bananýður að því líka bara svona flestir hafa drepið einhvern Já, og þú veist, það sem ég líka finnst fólk ekki nægilega átt að segja á er bara svona ef þú værir hversu lítill skemmtanaðinaðurinn er Já. Þetta eru svona 50 manns Já. eða þú veist, fólk sem þú þekkir með nafni úr skemmtanaðinaðurum Já. og það er svona 70% af þeim eru barnanýðingar Þetta er ekki eitthvað svona fólk sem vinnur á olíuborpöllum Þú veist, það eru 100.000 en líka þetta er mjög fyndið svona punktur sem kom daginn veistu eitthvað annað hann DiCaprio, veistu eitthvað annað hann en hann á Ekki ungar neitt. kærustur ekki nokkuð skapaðan ekki neitt ekki neitt Það er og þú veist ég er ekki að meina að það sé eitthvað svona secretive eða eitthvað svona þetta er bara svona ég held að þetta sé bara eitthvað gaur Ég held að það sé en þú veist sorry ég er bara svona ætla að tala með the reptilian brain hérna núna ef ég væri stærsta kvikmyndastjarna allra tíma akkur myndi ég ekki eiga einhverjar ofur fyrirsættu mótel kærastu þú veist hvað akkur myndi Ég er líka svona, þú þú veist, ég veit ekki það er akkur myndi ég ekki vera á Amalfi Nei, ströndinni nei, nei. með einhverju gælu að þú veist, það er líka ekki eins og það sé eitthvað svona eitthvað skelfileg aðstaða fyrir þær eða bara svona, þú veit, Leonardo DiCaprio í kærastuðin já þú veist það er líka bara svona það er bara svona almennt álítið bara svona myndalegasti gaur í heimi já og bara er í svona bíómyndum sjarmerandi Já, og flottur svona flottur cool. náungi ég myndi að hvað hlýtur að vera, þú veist, skemmtilegur bara svona, já eða þú veist, í partíu með honum já það eru svona recent hlutir hann sem á, eru búin að fucking hvað bara eitthvað svona og þú veist ég er ekki búin að skoða þetta nætt betur en bara eitthvað svona að fjárfesti í einhverju hjúts hóteli á Gazaströndinni eitthvað svona ok, þannig já, shit já. og ég er svona já, okkur, þú veist og ég veit ekkert, þú veist ég veit ekkert svona hvort að það sé rétt en ég bara, Já, þetta var eitthvað headline og ég er svona þú veist, ok en Ljó stop no en já, þú veist mér finnst það ekki vandamálið að alvöru manneskjan sé í sambandi með einhverjum svona okkur manneskju já, heldur í bíómyndum hvaða er ofta eitthvað svona þú veist, ég sá seinast ég sé eina mynd ég horfa mjög mikið á romcoms af því að það er bara, þú veist hvernig það er enda þú veist hvernig það er byrja eða bara svona við erum að fara svona, ég þarf eitthvað sem ég veit þú veist, það verður alltaf góð það verður að vera eitthvað það verður allt bara í góðu lífinu, já. það verður allt bara í góðu þú veist fyrsta skiptið sem ég hef séð held ég bara ever mynd með honum, ég held að Benedict Cumberbatch Já, sem hann er fullorðin maður já, að byrja með fullorðin konu já, já nei, fattar hvað ég Nei, meina fattar hvað ég meina? Það er alveg bara svona veist, og það er ofta eitthvað svona með rítaranum mínum eða eitthvað svona þannig Já, væp já, þú skilur það var líka alltaf eitthvað svona Hugh Grant er 70 hérna er 19 ára kærastan hans já, Sem er svona- mér finnst mér finnst það er eitthvað sem skrítið. ættum Það er bara að svona- að því líka það er ekki alvöru það er bara einhver sem einhver ákveða ætti að vera í bíómynd já, það er engin en ég er líka bara svona horfa á þessa mynd, ég man ekki hvað hún heitir með Benedict Cumberbatch og þú veist, og hún var ekkit öðru, þú veist hún var bara miklu eðlilegri já, og ég er eitthvað svona, nice nice. og þú veist, það er gott. finniparturinn er að ég var miklu meira bara svona rooting for him já, nice, þú veit Að gott ég að svona- svona hann geti fundið ástina seint í lífinu já, eitthvað svona, ekki eitthvað svona gott fantasía um að ég er 19 ára Það hlaup í flugvélina á henni. Ekki fara aftur til fjölskylduna þinnar. Gott aftur, ekki gera það. Ég læti að fá síma þinn aftur, please skondi. já, en við overcorrectuðum og núna fáum við BDSM Wuthering Heights nei, hvað? það, Þú veist, já, mér finnst það geggjað það er, ok, já Mér finnst cool, alveg fyndið nice. að bara Let's go. svona Charlie XCX sé að gera tónlistina fyrir BDSM Wuthering Heights Býðu, er það Það er actual hlutur, sko
og ekki sem allegória fyrir aðra bíómynd. Nei, Við erum actual... hún er sko full on BDSM, Wuthering Heights, Charlie XX er að gera tónlistina. Ég skal bara sína þér það. Ég er alveg bara svona Jú, býttu Jú, ég sá trailer fyrir ég var búin að gleyma að þetta væri hlutur sem einhverju gerði í alvörunni. Það er Já, cool. Ég er að spá hvað fáum við næst, skilur við Sko- fáum eitthvað svona, já Það er náttúrulega það er Við fáum náttúrulega eitthvað klæður akur í eitthvað fáum svona eitthvað Moby Dick nema þú veist, eitthvað svona ég veit það ekki Það er allir get hot Það get hot og kletti allir serving Allir fucking my name is Ismail serving on the poop Hérna, deck. my name is Ismail fucking Slay 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 Let one will RuPaul er Ismail Ok, það er enda væri cool Það væri ég er honestly ég var að grínast en ég held því sé alveg til í það Já Zendaya sem Captain Ahab Gauð Fuck Það væri cool Já Gellu Moby Dick Og Moby Dick er kona ekki sperm whale fucking egg whale squirt whale shit það er awesome Það væri cool Actually. Actually það væri fucking geggjað Ég er til í það ég er svona það eru nokkrar svona remake útgáfara myndum ég veit ekki hvert ég sagði þér frá þessum daginn það var þarna Forwarding svona funeral held ég Já, sem var gefið út aftur nema allir þú veist, bara með svörtum leikur Já nema hann að Peter Dinklage var hann ekki er ég örugglega saman myndum Ég man ekkert eftir nei þú veist það, ég held allavega myndinni með honum sem er það dæmi Já en ég er svona what? Það var svo focus group sem var að svitna yfir þessari spurningu það er svona já Já, þú veist, öruglega Öruglega já Það er ha hver baði það Gæti náttúrulega sko það er óplæður akur fyrir sko Gone with the Wind remake að því að það hvað er tvistið? Nei, að því að þú veist, þeir eru allir þú veist, Confederates já það gleymist það er rétt að því að þú veist, það er líka svona by the way tekið þesta kvikmynd allar tíma Já. ef maður reiknar fyrir alveg svona verðbólgu hilariously og plus eitthvað bara svona prósent fyrsta myndin í lit já, fyrsta myndin í lit kaltarnislega bókstala myndin já, hvað var fyrsta myndin að vera Óskarsvölin sem var í lit eða fyrsta bíómyndin í lit kannski ég þor ekki að first colored picture ég veit það ekki hún líka er svona 14 klukkutímar já ég hef hort á fyrri helmingin á henni svona 2 svar ég hef aldrei komist góð mynd sko já þá fyndið það að Bella Tarr ungverski leiksturinn dóum daginn nei og allir eitthvað svona rest in peace king og ég bara svona það var engin hort á mynd Nei, það eru allar 8 klukkutímar já, eitthvað og það er klukkutíma skot í byrjunni af þú veist túrinhestinum bara eitthvað svona belja að labba í ringi og mér finnst það geðvegt já, þú veist mér finnst það geðvegt já, þú veist ég bara svona eitthvað að svona óvart borða svona weed gummies frá þú veist einhverju vinkonum minni skilur og svona eina leiðin til að counteracta þetta er að horfa að Bella Tarr mynd það er af því þá það er mögulega með því hugrakkara sem ég hef heilt í lífinu borðaður súkkulaði nei það er sko en já, ok, Gone with the Wind já, það er hérna- bara svona fyrsta celebrity crushið mitt sko fucking hann Clark Gable sko það er náttúrulega don't make them like they used to sko það er fucked up fucked up the man on the flying trapeze ég veit ekki af hverju það er eitthvað nickname já en bara eitthvað, nice það er svo
hanged up. Já, þú veist, ég er samt bara svona ég er svo fucking pro gamlar myndir. Já, Ég er svo ofta að sína fólki bara svona þetta er tímalist. Þetta er gott dót. gott og þetta er gott út. Já. Eitt hérna, þú veist, við erum að tala um remakes. Mm. Magnificent Seven ég er 7 sinnum 7 sinnum betri en en Seven Samurai. Já. Já. Ég er bara svona, þetta er mitt hot take, vinsalegast virðið það. Já, mér finnst Seven Samurai ekki skemmtileg sko. Hún er það ekki. Blade Runner er líka ekki skemmtileg. Blade Runner er ekki skemmtileg. Hún á ekki að vera það. Nei, þú veist, ég er bara, hún er, þú veist, ég prísi að hún sé mjög góð. Þetta er góð mynd, þú veist, Já, en hún er ekki, Já. hún er ekki skemmtileg. Hún er ekki entertaining. Nei. Það ég allavega það er mjög erfitt að samfara það. Já, en horfðu á einhyrningsköttið. Hvað er það? Ég ætla ekki að fara að finna eitthvað fucking, Waterworld er góð mynd. það er góð. Ég á eftir að sjá, Við horfum á hana. Ulysses Cut, 4 klukkutímar. let's go. Mad Max út á sjó. Let's Það er go. eina pitchið sem hann kom með. Yes. Ok, Mad Max út á sjó. Og Og Postman. Og það er önnur ófært. mynd. Það er ófært. Fucking Postman, hann er bara eitthvað svona, já, það er heimsendir. Það var heimsendir. Já, Þannig ég ætla að þykjast vera blaða maður til að allir haldi að ríkisstjórnin sé þá til. það er þetta ekki. Er það Það er líka innspóðið fyrir Kevin Costner. Courier í Fallout? Er það, er það, Það er þar alveg já, örgulega? það meikar Segir sens. maður að sé það? Já. Það er ákveðið. En þú veist, það er líka bara mynd sem enginn talar um. Nei. Mér finnst Kevin Costner ósungin hetja sko. Hann er það. Var það ekki hann sem að hann var í þarna, það var bodyguard var það ekki? Ég held það allavega. Ég vona ekki, jú það hlýtur að vera. Það var þarna, hefur ekki séð vídeoð þegar hann hitti Madonnu baksviðs? Já, jú. Ég hef aldrei bara svona fengið mikið bara svona respect. Respect, Madonna var bara svona- plus 10. Hann kom og sagði að þú veist ég man þetta ekki alveg, hann sagði þú veist að Dóttir sinna hafi notið tónleikana mjög mikið og eitthvað svona og eitthvað svona ég er kannski of gamall fyrir þetta eða eitthvað, Já. eða hann sagði það valla hann bara Nei, eitthvað ég man svona, ekki hvað þetta var. hann er eitthvað svona bara svona sett ekki núnd á neitt og hún bara eitthvað svona, hann fer off camera, hún er eitthvað svona eitthvað og svo bara svona já, ég hef ákveðið að fá frekar Whitney Houston til að syngja þemalagið í myndinu minni af því að þú ert bara dónaleg, Dónleg. mjög dónaleg mannskja. Það er, þú veist, Svona, damn. maður þarf ekki að vera kringum dónlegt fólk. Nei, það er Þú magnað veist, sko. þú þarf ekki. En svo misti hún líka þetta lífsorgn og varð goblin Já, af því hann hann körsaði hana. já, Hann setti evil hex já, á mót, eða því líka bara svona, hún er frá einhverju realm. já, náttúrulega ég mun aldrei gleyma það þegar hún var með berskan hreim í 2 ár. Já, við ættum ekki að gleyma því. Hvað er það? Þú veist, þetta var, þú veist, þetta er búið að vera svona djók í svona, þú veist, hljómsveitamynda spoof myndum. Já, Þú veist, að því að það var nokkri gert þetta. Byrjaði bara að vera með berskan hreim. versta dæmið samt er konan hans Alec Baldwin, Hver er það? Isabel Baldwin eða eitthvað. Hún er frá bara svona Southside Boston Er hún, og hún talar með spænskum hreim. Spænskum hreim. hversu sunnulega í Boston er hún? Nei, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, já, hún er á Spáni. Já. Hún er suðaustur við Já, já, Boston. já. Nei, þetta en hún bara svona það er insane, sko. Það er mjög skrítið. Það er alveg svona, I'm trying to eitthvað svona, þú veist, þetta er náttúrulega svona Mexikost eitthvað, whatever, en þú veist, eitthvað svona talar svona ekstra svona spænskum hreim. það er svona skautan hana. Já, það er svona, já, Það einmitt. er, já. Þú veist að tala svona. Herru, myndin kom út. Myndin, nei, er það? Já, Fuck. Er hún, ég hef ekki síðan, sko. nei, ég held að ekki að sjá hana. Já, ætlaði að komi svona byssukúlu skot á skjáin þegar hann skýtur. Brotni glerið. kemur svona- Af hverju gerðu þið það samt? Af hverju, þú veist þið hættu við að gefa út, þú veist, Batgirl myndina
sem kostaði úkslega mikið Hvernig var það? bara svona í fyrra eða eitthvað. Ha? Já, hún var vist ekki góð. Átti það að vera eitthvað tengt, þú veist, Robert Pattinson Batman eða? Ég vona innilega ekki en þú veist, anyway þú veist, það er náttúrulega úr með 2 DC, whatever, heima eitthvað Já, það er náttúrulega ekki alveg tengdir en þú veist, en þið gáðu út snöffmyndina hans Alec Baldwin getum við Það gert svona fake svona DVD cover sem er eitthvað svona Já eins og zombie þegar hún Já, kom út já, eitthvað já. banned in 90 countries Yes real snuff eitthvað Alec goes Baldwin behind the scenes er bara svona actual morð svona rottalegt morð og jarðaför I will kill again shoot your shot Alec Baldwin Shoot já þetta er bara they write themselves sko. Já en Alec Baldwin er alveg bara svona a fucking specimen sko. það þarf Já. alveg svona að rannsaka hann Hann er eitthvað hann er með eitthvað svona raunveruleika þáttum sjálfan sig Ha? á Hvað meinar þau? eitthvað svona cheaper by the dozen hérna er öll börni mín þátt Það er ekki spes hérna er dóttir mín, hún er algjört fucking svín mannstu ekki eftir því við símtalinu Nei? you fucking piggy, you fucking pig you fucking whore pig eitthvað það er bara svona þetta er alveg svona frægt lík sko af símtali við dóttir hans sem hann er bara svona úgæfirna ég man ekki alveg af hverju en þetta er alveg horrific sko en þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað svona fuck, hún heitir ég man ekki hvað konan heitir en þú veist, þau eru með eitthvað svona podcast og hún, hún heitir Hilaria Baldwin Nei Hilaria Frá bara, þú ert Boston. frá Boston þú hefur aldrei sagt þú veist, ég veit ekki hvaðan tengingin á að vera Nei, meina, þú veist en hún bara talar bara svona Tæknilega sem áttu það, þú mátt tala með hvað Hilaria. sem þið langar Í rauninni þess vegna tölum við svona Já. en ekki með ítalskar heiminum okkar sem er alveg Alveg rættir okkar eru allt öðruvísi Við þekkjumst ekki í alvörunni besta djók samt sem þú veist svona djók sem ég hef definitely aldrei gert að segja, þú veist, tala með geðt hræðilegum induskum hreim og segja svo bara vera geðt lélugur með ítalskan hreim af því það má vera með ítalskan hreim Já, þú veist, en það má ekki, þú veist, skilur Ítalir líka að gera grína sjálfum sér Þeir eru parodía af já, þú veist, þeir eru bara að kúka þetta pizza Ég Kúka þetta meatball, Ég sko, ég fór með bróðum minnum til Ítalíu Við vorum í flugvinn alveg bara svona við megum ekki, Það er bannað það er bannað Það er bannað að gera hreyfin Já. Við erum ekki að fara að gera hendunar Við erum ekki að fara að kúka þetta meatball eða ekkert við viljum ekki að ok, sorry, ég ætla þetta ok, sorry Nei, já En já, svo komum við þarna Fyrsta sem við sjáum, komum inn á flugvöllin Og þú veist Já, bara, þeir eru ég allir svona gæti ekki gert nógu offensive eftirhermi á ítölsku manni sem væri nákvæm Nei, Það er, þú veist þegar ég fór til Ítalíu og var að reyna að tala ítölsku við einhvern, þú veist, ég var bara eitthvað svona að tala ítölsku eins og mér finnst það hljóma orðin Já. svo er bara svona, nei, ég þarf að tala með grínrödd Já. og þá skildi fólk mig Þetta er bara svona eins og þú veist þú varst einhvern veginn að segja mér þetta bara svona að þú vilt tala rússnesku þannig að einhver skilja það Já, þú þarft að gera trúðarödd algjörða trúðurödd eða bara svona eins og þú Þú sért ert að tala bara svona eins og þú sért að gera mjög móðgandi eftirhermu En það er líka af því hún er töluð svona Já, Hún er ekki töluð, þú veist hún er ekki töluð eins og við erum að tala núna Nei. Hún er töluð alveg Hún er töluð það svona er þannig átt að Hún gera er, þú veist, phonetically er hún svona Já, það er Þú veist, talandi í henni Já, veist, það er bara þannig Og þú veist, þetta er alveg svona hluti sem það er að læra Það er bara að læra tungumál, bara svona Nei, þú þarft alveg Þú þarft að kommitta Þú þarft að hoppa út í laugin Þú þarft alveg að kommitta, skilur við Það er enda sko mér finnst það sko líka öfugt samt með ensku Já, ef ég heyri einhvern
tala ensku ekki með bara svona hilariously brutal íslenskum hreim þá er ég bara svona, hvað er þetta að gera? Hættu Já. þessu. Hættu. Erum við komin á tíma? Hættu. Nei. Ok. Hvað? Nei, bara, jú, við erum alveg vel í tíma sko. Ok, fuck. Það er allir farnir. Það er allir farnir. Það er allir farnir úr Það salnum. er enginn að hlusta á þetta. Það er allir farnir úr salnum. Það er enginn hérna. Það heyrði enginn inntökarinn Nei. minn. Ég get ekki verið cancelled núna. Fel alltaf svona Ég ætla- aftast í þættinum. Já, Hérna er einn fyrir ykkur sem nettu að hlusta. já, þetta er svona eins og YouTuberar gera. Þeir svona bannað að segja eitthvað controversial innan við 8 mínútur. Já. Mér finnst að YouTube hafi eyðilagt bara svona mannkynið. Já. Af því það er bara eitthvað svona, Manstu líka- við ætlum ekki að segja Nei, þessi nei, orð, við ætlum nei. að segja þykju. Og ég bara svona, veistu hvað það er fucking ógeðslegt? Það er pathetic. Það er líka bara svona ógeðslega niðrandi. Ömurlegt. Líka bara svona manstu. unnalæfaði Fuck. Ég er bara svona hættu, hvað er þetta að gera? Hva? Hefur Nei. enga virðing fyrir sjálfur þér. Eða fólkinu sem er dáið. Já. Svona, Það er, manstu líka hvað YouTube var gott? Mietasú. Eða bara svona, Já. þegar maður fór á YouTube og maður fann bara einhver svona sketsa channel frá Já. einhverjum gaurum í Kentucky Já, bara svona sem fjórir eru og einhver gaur að sína manni Xbox-tölunum sína. sína Xbox Og bara eitthvað svona, hvernig það er heima. hérna bý ég. Bara svona að kynnast einhverju Já. sem þú þekktir ekki Æ, eins þú og veist, gaurin frá áður- Chicago sem já, var já, bara já. eitthvað svona að sína mér mjög persónulega hluti. Ég bara svona, hérna er vinur minn sem dó. Það er alveg bara svona Já, að því líka, þú veist, áður en Magnað. þetta varði eitthvað svona Mr. Beats Mr. Mr. Beats. Mr. Beats Mr. Beats. Mr. Beats, eitthvað svona Frá New Haven, pizzubakari frá Já, New Haven. það er hann. já. Eða þú veist, það er eitthvað bara svona algorithm slopp viðbjóður. Já. Þá var þetta bara svona public access television nema fyrir alla á plánutunni. Þetta var allt Price Master. Já. Já. $6,000 $6 trillion Ó, við þurfum Price Master reboot sko. Ó já, það sko, gaur. Þú veist, það er búið að gera Tetris mynd. Af hverju fáum við ekki Price Master mynd? Af hverju er ekki Liam Neeson er the Price Master? Price Master, we need to get you out there. Ég meina, já, One last job. You got the price in you for this. hann hefur hann hefur leikið öfugan bankaræningja þannig, eða veist, hann hefur leikið mann sem er að skila peningum í banka. Ha? Þetta er of mikið, ég get ekki við þurfum að hætta Engin veit hvað er við þurfum að hætta núna, sorry, þetta er búið Þetta er búið. ég get ekki, Þetta er fucking ég fór yfir fucking línuna þarna sko. Þú sagðir eitthvað Sorry, Þú sagðir eitthvað asnalegt öllum, ég ætla að ringi í mömmu. hringdi mömmu, þú sækja þig. Fuck maður. Já, hættum við. Hvað er hérna, síndu fólki fyrst hvaða skilabóð varst að fá? Sjáðu þetta. Fucking sjáðu þetta. Ræðilegt.